Góða kvöldið. Gaman að sjá ykkur. Velkomin í United Reykjavík. Velkomin. Það er svo gott að vera á sviðinu og heyra í ykkur og finna þeir eru með okkur í þessu. Að við séum ekki hérna bara að sýna eitthvað þegar við erum saman í þessu. Og við ætlum að lofa okkur saman í kvöld. Þannig að við langar að bjóða okkur að rísa á fætur. Og við ætlum að byrja á því að biðja. Heilagi Far, ég þakka þér Drottinn fyrir nærveru þína. Ég þakka þér Drottinn minn og Guð að þér er engin hlutur mig. Ég þakka þér Drottinn að þegar við komum saman og lyftum nafni þínu hátt og beinum sjónum okkar að þér, þá mætir þú. Það stendur þín orð þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir, þar ert þú mitt og meðal. Þannig að Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér með okkur í kvöld. Og ég bið bara Drottinn minn og Guð að nærvera þín megi bara mæta okkur í kvöld. Faðir, að við löpum út bara eftir að hafa átt stefnumót við þig, eftir að hafa hitt frelsaran okkar. Drottinn, við beinum sjónum okkar að þér. Drottinn, við heiðrum þig í kvöld. Amen. Og mig langar að fá okkur til þess að syngja með okkur. Vera með í lóðgerðinni, það er svo dásamlegt. You're too
Góða kvöldi, velkomin á samkomu United. Gott að vera hér, gott að sjá ykkur. Þetta predikari kvöldsins. Það eru nokkra tilkynningar í kvöld, kannski bara byrja á þeim. Takk fyrir, þetta var æðislegt lag. Mér langaði samt aðeins að tala út frá þessu. Við vorum að syngja Ég vil vera nærri þér og dvelja með Guði og við komum hérna einu sinni í viku, aðrir eru kannski líka á sunnudögum, en hvað eru við að gera hina dagana? Erum við að dvelja nærri Guði? Því að það er lífið, það er það sem að gefur okkur hennan kraft og styrk, að það sem við vorum að syngja, ég vil vera nærri þér. Og er þetta ekki þannig að þegar við erum stundum förum ellendis, kannski frá maka okkar eða börnum, hvað gerum við? Hringjum á hverjum einasta degi, oft á dag, bara hvað segirðu, hvernig hefurðu það? Sakna þín, þú veist. Þetta samband, þessi tengsl sem við eigum. Og það er svo mikilvægt að eiga þessi tengsl við Guð. Að þetta sé eitthvað sem að er ekki bara einu sinni í viku, ekki bara þegar það er hljómsveit og lofgjör. Við getum sungið þetta inn í herbyggi heima hjá okkur. Og tala við Guð og lofa Guð ein. Það eru bestu stundirnar. Svo komum við hérna og höldum veislu saman, hittum aðra og fögnum. En þetta er svo mikilvægt og út frá þessu langar mér að lesa eitt í orðskviðunum. Orðskviðinu 3, það er rosalega gott að lesa orðskviðina. Þetta er speki, þetta er svo mikið viska. Í kafla 3, versi 5, treystu Drottni af öllu hjarta. Reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit. Minnstu hans á öllum vegu þínum, þá mun hann gera leiði þína greiðar. Þú skalt ekki þykjast vitur, en óttast Drottin og forðast illt. Það er heilnæmt líkama þínum og hressing beinu þínum. Pældi í þessu. Við erum að forðast illt, ekki þykjast vitur, óttast Drottin, það er heilnæmt líkama þínum og hressing beinum. Og hérna líka, minnstu hans á öllum vegum þínum, þá mun hann gera leiði þínu greiðar. Og við ætlum saman núna að biðja og endilega standið upp og biðjum saman. Það eru margir með bænarefna hjörtun. Guð þekkir hjörtun okkar, ætlum að biðja, Guð mætin í aðstæður, líka margir sem eru út að þjást og biðjum bara Guð að grípa inn í og hann heyrir bænir okkar, hann heyrir hróp hjört okkar. Hann er alltaf með okkur, hann er alltaf nálægur. Faðir, takk fyrir að við höfum komað fram fyrir þig hér í kvöld, Drottinn. Takk fyrir að þú ert nálægur, takk fyrir að þú heyrir þessar bænir. Takk fyrir að þú þekkir okkur betur en við sjálf og þú þekkir hjört okkar og hug okkar. Þú þekkir það sem við erum að berjast við og þú þekkir það sem við erum hrædd við og þú þekkir algjörlega líðan okkar og þetta sem við kannski vitum ekki, það sem framundan er, kannski einhverjar erfiðar aðstæður sem einhver er hér í, Drottinn. Og ég bið þig, Faðir minn, að bara grípum hjört okkar og huga. Hjálpa okkur að horfa á þig, treysta á þig, ekki okkar eigið hyggjuvit. Hjálpa okkur að stíga út í trú með alla okkar hluti, Drottinn minn. Og ég bið að greiða leiðina. Ég bið að gefa okkur styrk. Ég bið að mæta einum og sérhverjum hér í kvöld, Drottinn. Og bara hjálpa okkur að taka við því sem þú hefur fyrir okkur. Ég bið líka fyrir öllum þeim sem eru út að þjást. Þú þekkir eitt og sérhver þeirra og ég bið bara að þú dragir þau nær þér að þú vitir þeirra og gefur okkur bara visku og vísdóm til að vera salt og ljós eins og þú hefur kallað okkur til að vera ljós í lífi annara. Þú hefur gefið okkur allt, þú hefur gefið okkur vonina og lífið og frelsið í þér. Hjálpað okkur að deila því áfram, Drottinn minn. Og ég bið þess að þegar Gunni talar hér í kvöld að þú bara smyrð varir hans á tungu, Drottinn. Og
Og ég bara legg þessa stund og áframhaldandi lofgjörinn í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Amen. Og svo verða baukar, það eru baukar aftast og mér langaði klára vessið. Það stendur: tignaðu drottinn með eigum þínum og með frumgróða allra uppskeru þinnar. Þá verða hlöðu þína fullar og vínberjalögurinn mun flóa úr vínþróum þínum. Við eigum að tigna drottinn með öllu okkar, þannig að bæði með fjármunum, tím okkar, og það eru baukar aftast og posi, þannig að við þökkum ykkur innilega fyrir allt það sem þið leggið í þetta starf. Núna ætlum við að fá, það eru 2 tilkynningar, eitthvað sem að fara að segja frá TC. Ekki eitthvað sem að fara að segja okkur frá TC? Já, gjör svo vel. Og líka það er eitt, Lindin fjölmiðlun og Fríða Bíó kynna myndina Unplanned sem sýnd verður í Bíó Paradís. Þriðjudaginn 7. febrúar klukkan 9 og miðar eru seldir á staðnum, þannig við áttum að segja frá því. Þriðjudaginn 7. febrúar á morgun. Takk fyrir. Ég kom inn að seinasta mánudag líka að tilkynna sem sagt TS-skólan sem er Teen Challenge. Þetta er skóli sem var búinn til fyrir fíkla sem eru að koma bara á mikil neyslu og mikið að glæpum, og þetta er fólk sem átti ekkert líf og frelsaðist, og þannig að þessi skóli er byggður upp á því. Þetta er ekki bara fyrir fíkla samt, og þetta er bara fyrir fólk sem langar að hafa eitthvað að gera, langar kannski að sjá, fá einhver tilgang eða eitthvað. Fyrir mitt leyti þá breytist ég algjörlega við að fara hana og komst að því að vera með Guði fyrstu 3 tíma dagsins í skóla, að það gjörbreytti lífið mínu, losnaði undan svo miklu hana, og eitt af því var reiði, annað var fíkn og já, það var svo mikið af hlutum, það var alltaf hægt að tella upp. Hérna eru krakkar sem eru með mér í skólanum, sem eru líka í skólanum, og ég ætla að bjóða ykkur við erum með heimasíðu sem heitir tcisland.is og getið skráð okkur þar, og ég er að segja þetta núna út af því að þetta er eini tími sem ég geti komist inn núna. Þetta er 8 vikur sem við erum að fara, við erum búin að taka 1 dag og þetta er 8 vikna prógram, og núna á föstudaginn er seinasti dagurinn til þess að koma og skrá sig inn. Þannig ef ykkur langar að koma að vera með, ef þið hafa kannski ekkert að gera, ef ykkur langar í eitthvað, og eins og bara endurhæfing. Þetta er ein besta endurhæfing sem ég veit um, og við erum að fara líka í ferðir. Við munum fara á Kirkjulækjarkot og einhvern annað, við munum fara í einhverja helgaferð og svona, og við erum ábyggilega að gera eitthvað meira saman, og þetta verður oft svona þéttur hópur sem bara hefur gaman saman, og ég býð ykkur að koma, og ég ætla að vera frammi með tölvu. Ef ykkur langar að koma að skrá ykkur, þá er ég tilbúin að taka mót ykkur, eða ef ykkur langar að koma bara aðeins að spjalla, þá getið spjalla við einhvern af okkur, en ég verð allavega frammi og er tilbúin að taka mót ykkur, og ef þið viljið biðja eða eitthvað þannig, þá er ég til í að biðja með okkur líka. Amen, takk fyrir. Amen. Skulum rísa á fætur og lofa Guð. Takk Jesus. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart, 'cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Oh, wow, how great your love is for me.
You can love me more in a moment than all the love is created in a lifetime. You can love me more in a moment than all the love is created in a lifetime. Yes, you can love me more in a moment than all the love is created in a lifetime. Han älskar dig, han älskar dig. Han älskar dig. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Jesus, Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú elskar okkur. Drottinn, ást þín, hún er endalaus. Ást þín er endalaus, Drottinn. Takk, Jesus.
Þú gafst allt fyrir Jesú Kristi son. Þessi von mitt akkeri minn Guð hér, hann breytist ei. Þú breytist ei.
Drottinn minn og Guð, beinum sjónum okkar að þér. Faðir minn og Guð, ég bið bara Drottinn að þú grípir hjörtun okkar. Faðir, ég bið bara að grípir alla okkar athygli í kvöld. Drottinn, við beinum allir okkar athygli að þér, að hásæti þínu, Drottinn. Drottinn minn og Guð, við lofum þig. Kuranda shikarat. Drottinn, þú ert heilagur. Þú ert heilagur og hátt upp hafi. Konungur konunga, Drottinn dýrðar, þú átt alla okkar athygli. Þú átt alla okkar athygli, Drottinn. Jesús, nafni sem öllum öðrum nöfnum æðra. Nafni sem leysir, nafni sem læknar. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Drottinn minn og Guð. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song was dead, and you'll never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. You got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Oh come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Oh come on, my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs, get up and praise the Lord. Oh.
praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Amen. Takk Jesús. Við ætlum að fá Gunnar til þess að koma að tala til okkar. Guð blessi ykkur. Heyrist eitthvað í þessu dóti? Við ætlum að vera með trommukenslu. Nei, það er komið tíma og einhver annar komið hérna og tekið við. Þið ekki til það? Nei, takk.
og ég meina það, sko, takk. Mér finnst það frábært að vilja hafa mig hérna. Ég er búinn að spila síðan 2013 á United. Ég lít sérst ekki bara út fyrir að vera gamall, ég er gamall. Og ég er líka þreyttur. Og fallegur. Heyri að mig við því? Hanna. Fallegur. Jæja. Ég veit ekki hvað er ógeðslega heitt að spila á trommur. Jæja. Hvað eru margir með biblíusuna með sér? Það skiptir ekki máli, ég sé ykkur ekki, sko. Þetta er frábært. Filippibréfi 4:1 segir: þess vegna mínir elskuðu. Heyrðu þetta? Þess vegna mínir elskuðu. Þetta er Drottinn að tala til ykkar. Þess vegna mínir elskuðu. Og þráðu bræður og systur. Ég bæti við systur, en það stendur bara bræður og það, þú veist, ég ger ráð fyrir hann við ykkur líka. Gleði mín og kóróna, standi þá stöðugur í Drottni, þér elskuðu. Hann tvítekur þetta. Mínir elskuðu og þér elskuðu. Af hverju skyldi Páll endurtaka þetta við Filippíumenn? Að þau séu hans elskuðu. Ég held að Páll endurtaki þessu orð vegna þess að þau eiga að vera grópuð í hjart okkar sem eitt af okkar kjarnaeinkennum, okkar fyrsta auðkenni, mitt fyrsta auðkenni og ekki að vera ég er trommari eða ég er leiðtogi í veginum eða ég er starfsmaður á DK eða ég er pabbi eða eiginmaður eða eitthvað. Mitt fyrsta auðkenni á að vera að ég er elskaður af Guði. Og það sama á við þig. Og orðin sem hann notar hérna, orðið er agapetoi, þetta er gríska og nú bara förum við beint í einhverja, þú veist, djúpa kennslu og þið verður að bara láta það vaða yfir ykkur. Og þetta er sama orð og Guð faðir notar þegar Jesús stígur upp á vatninu, þegar hann er skírður í ánni Jórdan. Vissu hann að þau eru skírður þar? Þeir eru strax að læra eitthvað. Matteus 3:16-17 segir frá þessu: en þegar Jesús hafði verið skírður, stigi hann jafnskjótt upp á vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum sem sagði hvað? Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Þetta er sama orð sem hann notar yfir Jesú, sem var hans sonur, og hann notar yfir þig. Hann elskar þig og pæliði bara í þessu. Þannig er Jesús ekki byrjaður að vinna eitthvað verk. Hann er ekki búinn að lækna sinn fyrsta mann. Hann er ekki búinn að gera neitt að ráði. Annan að vera bara. Þannig að þetta snýst ekki það að ég geri stóra og merkilega hluti. Heldur hann elskar mig áður en ég geri stóra og merkilega hluti og eftir að ég geri stóra og merkilega hluti. Er það ekki? Hann elskar þig. Ég trúi ekki að ég fá ekki betra en 1 eða 2 amenu því þegar við segjum að Guð elskar þig. Í alvöru talað. Er til eitthvað merkilegra? Þessi Guð sem skapaði alheiminn elskar þig og elskar mig. Mér finnst bara verðt að við stöldrum hans við það bara. Hugsum bara af hverju ætli hann elski mig? En á endanum komumst að þessari niðurstöðu, það skiptir ekki máli. Hann elskar þig. Guð er ekkert að viðurkenna Jesú í lok þjónustans þegar hann segir þetta. Hann geymir þessu orð ekki þegar hann er búinn að ljúka þjónustunum sínum með kraftaverkum, búinn að reisa upp sjúka, lækna fólk, reisa upp dauða. Hann er ekki búinn að predika eða kenna og hann er ekki búinn að athuga hvort að Jesú í alvörinu standi sig. Nei, Guð stimplar hann með þessu auðkenni strax áður en hann byrjar að þjóna. Alveg eins og hann stimplar þig. Af því á endanum snýst þetta ekki gjörðir okkar, heldur það hver hann er. Er það ekki rétt? Er það ekki rétt? Það snýst það hver hann er. Standið því stöðugir þeir fullvissu að Drottinn elskar ykkur. Og pæliði því, Rómverjabréfið talar þetta líka, að við erum inn í kærleikans
Þú veist, það segir að við séum, sko, það er ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika hans. Þú veist, það er alveg saman hvað ég geri, hann elskar mig. Þú veist, ég hef alveg, sko, ég á alveg mína fortíð, sko. Þú veist, þó ég hef alist upp í kirkju og frelsast þegar ég var 5 ára. Þú veist, ég veit að ég er að tala um fólki sem á alls konar fortíð. En ég hef til dæmis fengið blóðuna sér. Þú veist, ég hef þurft að flýja fjölskyldunum inn á klósett bara því að þol ekki meir. Þú veist, það er bara rosalegt, sko. Ég hef þurft að vera í svona korter. Þú veist, það bara, en þrátt fyrir þessar vankanta þá elskar Guð mig. Og hann elskar þig. Alveg sama hvað þú hefur gengið í gegnum, þá elskar hann þig. Filippibréfið, mér langar að fara aðeins í gegnum Filippibréfið. Vitið, Páll skrifa Filippibréfið. Ok, og í 4. kaflanum gefur hann okkur svona smá veganesti inn í lífið. Og mér langar að færa ykkur þetta veganesti. Þetta eru 5 hlutir. Ef þið eru með síman ykkar, þá er í lagi að opna hann og skrifa niður þessar 5 hluti. Ok, af því að það er bara mjög gott að muna þá. Og þetta eru 5 hlutir sem hann skrifar. Á þessum tíma, þetta gerist, hann skrifar þetta pluss mínus 61 eftir Krist. Hann er búið að dæma til dauða og hann er bara bíð eftir að vera hálshöggvinn í Rómaríki. Og hann skrifar þetta og þessi maður sem er að bíða eftir að vera hálshöggvinn segir þetta: verið ávallt glaðir. Þú veist, ég hef fengið tannpínu og það var ekkert í mér sem sagði, hei, verið allir glaðir bara. Þú veist, það er bara ekki þannig. Þú veist, mér fannst það bara ömurlegt. En hann er að bíða eftir að vera hálshöggvinn og veganesti sem hann vil gefa þér á þeim tíma er verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir, ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Heyrið að mig við því. Hvað eru margir sem að geta tekið þetta til sín? Ég get verið aðeins glaðari stundum. Einhver? Er fullt á hundum uppi kannski? Skiptir ekki máli, ég sé ykkur ekki. En vitið þið hvað þetta orð ávallt þýðir á grískunni? Þú veist að þetta er skrifað á grísku. Vitið þið hvað þetta þýðir? Þú veist, þegar segir verið ávallt glaðir og verið glaðir. Orðið er pánta. Og það merkir alltaf. Ávallt alltaf. Það bara þýðir það. Þannig við getum kafað eins og við viljum honi þetta. Verið ávallt glaðir. Gleði er val. Heyrið að mig við því. Við getum ekki að stjórna kringumstæðum okkar. Þú veist, stundum er fjölskyldan bara eins og hún er. Þú veist, og maður verður bara hlaupin og salið þetta bara, þú veist, nú loka ég að mér, sko. Þú veist, bara, ég verð bara að fá 5 hérna. En við getum hins vegar að stjórna því með hvaða hætti við ætlum að svara kringumstæðunum sem mæta okkur í lífinu. Er það ekki? Við getum valið að drekka úr þessari uppsprettu sem að kringumstæðunar eru. Þar mæta okkur á allskynshátt og ég gerir mig grein fyrir því að þú veist að við bara höfum lent í alls konar hlutum. Og við getum mætt kringumstæðunum bara út frá særindunum okkar. En við getum líka valið að mæta þeim út frá því sem hann segir, að vitandi að Jesús er upprisinn, hann dó fyrir okkur og við erum meira en sigurvegarar og að ekkert er Guði yfirsterkara, alveg sama hvað við gengið í gegnum. Í þeim sannleika getum við glaðst sama hvað gengur á í lífinu. Heyrið að mig við því? Það er bara þannig. Við sjáum hennan litla dreng sem að Davíð var, Davíð konungur, hann var hennar lítill hirðir út í haga eða upp í fjöllum. Hann mætti ljónum og björnum þar sem hann var að gæta hjarðarinnar. Og hvað gerði hann? Hann fór á móti ljónunum og björnunum og felldi hvort tveggja. Hann hljópst ekki undan og faldi sig og vonaði bara að það hefði eitthvað eftir á hjörðinu þegar hann kemur tilbaka. Og meira segja þegar hann heyrði að því að allur Ísraels her var í felum vegna þess að þarna var risi sem ætlaði að ganga frá þeim. Góliat. Þú veist hvað gerði hann þá? Þá steig hann upp í hugmóð og trú og trausti á það að þessi heiðingi,
Þessi ógn sem að reiðast gegn honum, þetta sem kemur gegn okkur, það skildi ekki vera Guði yfirsterkara. Það hlakkaði í Davíð og hann valdi úr hvað uppsprettan skildi drekka. Hann hefði getað verið hræddur eins og allir hinnir. Hann hefði getað gefist upp. Hann hefði getað ákveðið, ok, þetta er bara okkar síðastar. En hann gat líka ákveðið, við fellum hann var að risa bara. Það ekki? Þetta gat hann. Nehemja 8 segir gleði Drottins sem styrkur okkar. Og Galatabræðið 5:22 segir að gleði er einn af ávöxtum andans. Og hann segir fyrst, andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Þú getur valið að vera glaður eða glöð. Amen. Næsta veganesti sem hann ætlar að segja, hérna Páll, er nokkrum versum síðar, Filipi 4:6-7. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskirið að kunna Guði með bæn, beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, hlustu þetta, og friður Guðs sem er æðri öllu skilningi, við komum aldrei til að skilja frið sem getur gefið okkur, hann mun varðvita hjört okkar og hugsanir í Kristi Jesú. En hann segir, vertu ekki hugsjúkur neitt. Það að vera hugsjúkur er að vera áhyggjufullur. Og aftur, það að vera áhyggjufullur er val. Áhyggjur koma og fara, en að kjósa að dvelja í áhyggjunum er val. Ég get valið að vera bara áhyggjufullur, kosið að hugsa, nú vinnudagurinn er búinn og ég þarf að fara heim og krakkarnir þurfa að læra stærðfræði og ég kann ekki stærðfræði. Og ég á í alveg að fara að hjálpa barninu sem er í 4. bekk og barninu sem er í 7. bekk og hvað á ég að gera? Og ég get haft áhyggjur af þessu. Skiljiði hvað er að fara? Og það er alls konar hlutir sem geta valda okkur áhyggjum. Ef við getum kosið eftir ekki að dvelja í þessum áhyggjum. Er það ekki? Og nú er ég ekki að gera lítið úr kringumstæðunum, en við verðum að kjósa þann raunveruleika sem tilheyrir okkur sem kristnu fólki. Við notum þetta vers ekki til að taka ekki ábyrgð, heldur kjósu að treysta á lofur Guðs í öllu sem gengur á í lífinu. Jafnvel þó að vandamál okkar og kringumstæður séu ókveikjandi og hrikalegar, eins og 4. bekkjar stærðfræði, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur á sig að vera áhyggjufull, að því við erum eignarliður Guðs sem er stærri og meiri en allt. Og ég veit að ég meina, ef þið bara sæju mér reikna þetta hljómar svo djók en ég meina, ég bara kann ekki stærðfræði. En við mætum öll einhverjum vandamálum, áskorunum, veikindum eða erfiðum kringumstæðum, að þetta er fallinn heimur. En við eigum kost á að lifa lífinu sem er ekki yfirfullt af áhyggjum. Að þau getum treyst á nafnið Jesú og blóðið sér hann á krossinum. Heyrið það. Gleði er val og vera áhyggjufullur er val. Við viljum að kjósa að vera glöð og við viljum að kjósa að vera ekki áhyggjufull. Amen. Ég ætla að fá að lesa uppáhaldsversi mín og þegar ég er búinn að lesa þau þá vil ég heyra hæsta amen kvöldsins. Ok, en bara þegar þá líður mér vel og þetta eru bara uppáhaldsversi mín. Ok, heyri ég amen við því? Okay. Er þetta allt amenni sem ég fæ fyrir það? Já, ég var vonað að ég geti fengið ykkur upp núna svo ég fengi meira eftir. Jæja, Jeremía 29:11-14 segir, því ég þekki þær fyrirrættin sem ég hef hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirrættanir til heilla en ekki til óhamingju, til að veita yður vonaríka framtíð. Þá munu þær ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður, hugsið ykkur. Og þér munu leita mín og þið munuð finna mig. Og þegar þið leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta ykkur finna mig, segir Drottinn, og ég ætla að snúa við hugum yðar. Heyri amen við því? Amen! Þarna! Ég heyrði amen við því. Ég er glaður með ykkur, krakkar.
Ég er 51 árs, ég veit ég lítið ekki út fyrir það, ég lúkka 25, en... Ég er bara svo glaður með ykkur. Filippíbreið 4:8 er það næsta sem við ætlum að pæla í. Og það kemur hér, krakkar, þarna kemur þetta, sko. Og það múið mig ekki halda að ég sjá illa, sko, en ég ætla að stakka þetta. Að endingu, bræður, allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, allt sem er dygð og allt sem er lofsvert, hugfesti það. Hérna er Páll komin í masterclass. Ok, fyrst segir hann okkur, þú getur kosið að vera glaður. Ég er ekki það, ég er mjög glaður. Og þú getur hægt að hafa áhyggjur, ég hef ekki áhyggjur af stærðfræði. En hérna segir hann, þínar hugsanir, þitt val. Og Jósúa 1:8 segir, eigi skal lögmálsbók þessi víkja úr munniðinum, heldur skalt þú hugleiða hana dag og nætur, til þess að þú gætir að gjöra allt það sem í henni skrifað. Við erum að lesa orðið, krakkar. Við vorum að lesa Biblíuna. Hugsa ykkur, Guð almáttugur hefur kosið að tala við þig. Og við höfum kosið í alvörunni að sitja og horfa á Netflix eða gera eitthvað allt annað. Á meðan að Drottinn allsherjar er búinn að skrifa bókandær til þín með leiðbeiningunum lífið. Lestu Biblíuna. Heyri ég með því? Amen. Ætlaðu að taka þessari áskorun og lesa Biblíuna meira í þessari viku heldur en nokkur sinni áður. Ég veit sumar sem að fara í biblíuskóla hérna, sko. Þetta er áskorun, sko. Það sem við hugleiðum hefur áhrif á hugsanir okkar. Og við tölum oft sigurinn í Jesú, við sungum sigurinn í Jesú, en fyrsti vígvöllurinn sem við þurfum að sigra er hérna uppi. Það er svoleiðis. Þótt við lifum jarðnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarðneskan hátt. Því að vopnið sem við berjumst með er ekki jarðnesk, heldur máttu vopn Guðs til að brjóta niður vígi, og við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sig gegn þekkingun og Guði. Og við hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Heyri ég með því? Marteinn Lúther, sem var fæddist 1483 og er ábyrgur fyrir þessari þjóðkirkju sem við höfum, hann sagði eitt sinn, þú getur ekki stöðvað fuglarna að fljúga yfir höfuð á þér, en þú getur hindrað því að gera hreiður í hárinu á þér. Og það er bara hellingsviska í þessu. Að því að hugsanir koma og hugsanir fara. En við getum ákveðið hvað við ætlum að hugleiða. Og það sem við hugleiðum hefur beina áhrif á viðbrögð okkar þegar við lendum í erfiðum kringumstæðum. Vissu þetta? Ef ég er búin að mata sjálf á mig á því að ég er ómögulegur og ég er algjörlega glataður og ég er vonlaus, svo lendi ég í einhverju kringumstæðu þar sem ég þarf að standa þessu upp og vera í hugmóð og vera kjarkmikill og örugur og harla örugur. Þá fer ég ekki þar að því ég er búin að hugleiða það að vera aumingi. Skiljið það? Við þurfum að lesa orðið og fylla okkur því sem Guð hefur sagt þig og mig. Hvað eru margir inni sem eiga ískáp? Þú ætla að gera svona, nú sé ég, vá, er það svona mörg? Þetta er geggjað, sko. Hvað eru margir sem eiga ískáp? Ok, þetta er galið, ég sé að það eru bara 3 sem eiga ískáp. Hérna, ok, hvað eru margir sem að séð ískáp? Eða hafa aðgang að ískáp? Já, ok, þið er ljúið. En allt í lagi, ég á ískáp, en hann er til margra hluta nytsamlegur. Hann til dæmis heldur öllu inn í hann við cirka 4-5 gráður. Vissuð þið það? Ok, þið eigið ískáp. Hann nýtist næturljós. Ég mæla ekki með að hafa nú opið samt, ekki lengi. En hann nýtist næturljós þegar ég vakna á nóttunni til þess að fá mig snarlega svona mínútusteik eða eitthvað svo leiðis. Er þetta nokkuð við veitin eða? Frúin að hlusta. Þú veist, þetta gerist. Ég lappi inn í eldhús og fæ mér mínútusteik. Ég segi eitthvað smá sögu. Ég bý í íbúð sem ég keypti mér, sem er yndislegt, já, önsa. Og eina nóttina þá er ég að labba inn í eldhús og það er svona gangur, þú veist, ég fyrir herbygginu mínu og labba inn að gang og svo er ég komin inn í eldhús og þá er ískaparinn mér hér.
Svo hérna fyrir utan, þannig sé ég glugga minn, stofuna og allt þetta. Og þar er gluggi og svo sé ég þetta tún. Klukkan er svona cirka 3:30, nóttu til. Og ég er að fara að elda. Það er ekki grín, sko, það er ekki ástæða fyrir maður það er ekki ástæða að lausu sig. Svo sé ég bara speglast, skiljið, þú veitir hvernig þú veist, gangurinn okkar speglast náttúrulega í glugganum. Og ég sé þarna litla stráki minn sem er nýfarinn að labba, ómálga, það þýðir að getur ekki talað. Og hann stendur þarna í ganginum og veifa mér og ég hugsa bara, já, ég veifa bara á móti. Svo bara einhvern veginn, svo bara allt inn, hann er ekkert inn á gangi. Hann var komin út. Hann hafði opnað glugga og farið út. Hann hafði næturljósi í ískápnum, það gerir ýmislegt, sko. En vitið hvað? Vitið hvað við getum tekið út úr ískápnum? Vitið það? Bara það sem við setjum inn í hann. Við getum ekki tekið neitt annað út úr hann. Það er ekkert annað inn í hann en það sem við erum búin að setja inn í hann. Er þetta ekki rétt? Það er nákvæmlega sama með þig. Þegar þú lendir í þessum erfiðu kringumstæðum, þá vellur bara upp úr þar sem þú ert búin að mata það af. Er þetta ekki rétt? Þannig við verðum, krakkar, að gefa okkur tíma til að dvelja með Guði, til þess að tryggja að hugsanir okkar og trúarlíf standa á góðum og réttum grunni. Það er nefnilega þetta hérna með garbage in, garbage out. Og ég vil bara hvetja ykkur til þess að koma ykkur í vinskap við fólk sem er fullt af heilugum anda og elskar Jesú fram á öllu. Ef þið eigi ekki svoleiðis vini, finnið ykkur svoleiðis vini og ef þeir segist ekki vilja vera vinrika þá segið þið bara, mér gæti ekki verið meira saman, ég ætla að hanga hérna. Það er bara þannig. Heyrði ég amen við því? Amen. Já, ok, nú heyrði ég ekki þess að sem eru fylltir heilugum anda hérna að segja amen. Þið vona heimsókn. Þetta var sér þriðji hlutin. Við erum að hugleiða orðið. Ok, við ætlum ekki að hafa áhyggjur, við ætlum að vera glöð og við ætlum að hugleiða orðið. Filippíubréf 4:11-13. Ekki segi ég þetta vegna þess að ég hef liðið skort. Því að ég hef lært að láta mér nægja það sem fyrir hendi er. Ég kann að búa við lítinn kost. Ég veit ekki hvað þekki það. En ég kann einnig að hafa allsnættir. Ég er fullreyndur orðinn í öllum hlutum að vera mettur og hungraður, hafa allsnættir og að líða skort. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Heyrði ég með því. Þetta vers 13, síðasta versi, allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, hafið þið heyrt þetta? Já, þetta er sennilegt af þessum versum sem við komum mest vitnað í úr samhengi. Ég hef aldrei lært að spila hörpu. Er einhver sem hefur lært að spila hörpu? Skiptir ekki máli, ég sé þið ekki. Ég hef aldrei lært að spila hörpu sem þýðir að ég get ekki spila hörpu. Það er ekki rétt. Og ég sem nenni ekki ræktina er ekki að fara að lyfta tvöfaldra eigin þyngd í bekkpressu. Það er bara ekki þannig. Allt megni er fyrir hjálpa sem er styrkan gjörir og svo fyrir maður að dreipa sér ræktinni. Það er eitthvað svo lítið vitið. En við hins vegar í öllum kringumstæðum erum meira en sigurvegarar í Kristi Jesú. Við getum lifað kristnalífinu hvort sem eru skortið í allsnættum. Og ég get farið í gegnum allt lífið, allt það sem lífið hefur upp á bjóða og klára það sem meira en sigurvegari. Og það getur þú líka gert. En við þurfum að læra að vera nægjusum. Við getum viljað meira og við getum átt loforð í Guði sem hafa mögulega ekki komið fram eins og lækningu. Er það ekki? Eða einhver aðra kringumstæður. En á meðan við væntum kraftaverksins verðum við að gera það besta á kringumstæðunum sem við getum gert. Í stað þess að vera föst í öfund, pirring, óþoli eða öðru brjálæði. Við verðum að leiða hugan á því sem við höfum nú þegar.
en ekki endalaust af því sem við höfum ekki. Af hverju fær þessi alltaf allt? Nei, takk Jesús fyrir að þú ert með mér þegar ég gengi í gegnum myndal. Heyri ég að með því? Amen. Það var maður sem að sagði einu sinni sögu og ég ætla að segja ykkur þessa sögu og þið verður bara að sætta ykkur það því að það er ég sem er með mikrofónin. Fyrir nokkrum áratugum síðan var maður sem að við kjósum að kalla Pastor Chen af því hann heiti Pastor Chen. Hann var hann í Kína og hann var með 100 manna söfnuð og hann var handtekinn fyrir það eitt að vera forstöðumaður. Ég kýs að vera ekki forstöðumaður í Kína. Þeir ætlaðu að brjóta niður og hann fekk ekki jafn mikið mat og aðrir fangar og hún var klístrað í yfirfullan klefa með morðingjum og nauðgurum. Og í klefanum voru stanslaus læti og engin hvíld. Og það sem Pastor Chen þótti verst við það var ekki, já, það sem honum þótti verst var ekki það að vera pyntaður og það að verða vitni að alls kyns ofbeldi, heldur það að það gafst ekkert færi fyrir hann til þess að hugleiða Guð og orðið þráttur að hann gerði sitt besta. En eftir 12 ár í fangelsi fyrir það að vera forstöðumaður sáu verðirnar að þeim hafði ekki orðið eitt ágengt með að brjóta pastorinn niður. Svo einn morguninn brugður á það ráð að taka niður í kjallara fangelsisins. Og þar opnuðu dyrnar að rótró og holræsi fangelsisins. Sjáu það fyrir ykkur. Þarna voru hann kastað inn með einn langan staf og hann fékk það hlutverk að ganga í úrgangi 16.000 fanga og starfsmanna sem náðu hann upp að mitti og hann átti að leita niður fullum og tryggja að það var eðlilegt loftflæði. Sjáu þetta fyrir ykkur. Fnykurinn og ógeði gerði nær út af við hann. Hann gat hvergi sest niður og þarna átti hann að vinna eitt síns liðs frá mótnum til kvölds. Og það sem hann var þarna niðri, hugsaði hann hversu mikið þarf ég að þola. Og af hverju skildi ég alltaf lendi í svona hremmingum? Getur þetta orðið verra? En það sem hann gekk þá skildi hann allt í einu að þetta gæti verið blessun. Að ganga þarna í mannaskýrnum og úrgangnum upp að mitti. Hvergi annars þar í fangelsinu gat hann fengið frið til þess að hugleiða Guð og dvelja með Guði. Hann fekk frið frá allir mannmerðinu fangelsinu og svo byrjaði hann að syngja og ég ætla ekki að gera ykkur það. Þó að því megnið allt sem þá bara er það ekki þannig. En hann söng lag sem er á þessa leið I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear the Son of God discloses and he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there none other has ever known. Og meðan hann söng þennan sálm fann hann hvernig skítalyktin fór og lykta eins og rósir. Það var upplifun hans og heilagur andi fyllti holræsakerfið með nærveru sinni. Hann hætti að kúast og hann þreyttist ekki. Og svo komu verðirnir og sóttu hann kvöldmat og þá gerði hann allt til þess að tryggja það að hann yrði aftur sendur niður á morgni næsta dags. Því að hann horfði á það sem hann hafði í rótrónu og holræsanum í stað þess að þurfa að kvarta yfir því sem aðrir höfðu og barma sér yfir því að vera fangi. Og þarna vann hann 6 ár. Þannig að eftir 18 ár var hann sleppt úr fangelsinu. Og þegar hann var að ganga í átt að smábænum sínum, sem er rétt fyrir utan Shanghai í Kína, þá hugsaði hann, hvað hefur orðið hann að söfnuð minn? Er hann 100 manna söfnuð? Sem ég var tekinn frá og hann velti fyrir sig hvort það var einhver eftir. Og þegar hann loks kom á leiðarenda, mætti hann 5.000 manna kirkja sem hafði þann vitnisburð að í 12 ár höfðu upplifað mikla þrautagöngu en svo var það einn dag eins og heilagur andi hefði komið og tekið í taumana og veitti kirkjunni forstöðu og kirkjan fór að vaxa mjög hratt og það var á svipuðum tíma og hann var settur í rótróna. Lærum, krakkar, að gera eins vel og hægt er úr þeim aðstæðum sem við erum í.
Heyri ég með því? Amen. Þið eru svo frábær, sko. Þið eru frábær, krakkar. Fimmta atriðið og loka atriðið. Þannig nú fyrir nú styttast í annan endan, sko. Filippibréf 4:17-19 segir: ekki að mér sé svo umhugað gjöfina sem ábáta þann sem ríkulega rennur í það reikning. En nú hef ég fengið allt og ég hef meira en nóg síðan ég af hendi Epafrodítusar allt megna ég. Síðan ég af hendi Epafrodítusar tók við sendingunni frá yður, þægilegum ilm, þekkri fórn, Guði velþóknarlegri. En Guð minn mun af auðlega dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sér hverja þörfiðar. Krakkar, verum gjafmild. Gjafmildi opnar flóðgáttir í þitt líf. Ef að þú ert gjafmildur, þá opnast flóðgáttir inn í þitt líf. Og ég er ekki að biðja neina peninga, bara svo að það sé alveg á hreinu. En í alvöru, krakkar, verið gjafmild. Síðara Korinthubréf segir: en þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera, en sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Heyri ég með því? Mósebókin segir: meðan jörðin stendur skal ekki linna sáning og uppskeru, frost og hita, sumar og vetur, dagur og nótt. Og Malaki 3 segir: færið alla tíundina í forðabúrið til að fæðsla sig í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt. Segir Drottinn allsherjar: hvort ég lík ekki upp yfir yður flóðgáttum himinsins og ég úthelli yfir yður, krakkar, það er til ykkar, yfir gnæfanlegri blessun. Heyri amen. Og svo ætlum við að horfa á veskið okkar, segir, við ætlum að horfa á veskið okkar, maður sjá, er allir með veskið sitt? Ok, takið upp veskið, krakkar. Ég veit að það er síminn og þeir eru búin að halda honum í allt kvöld. Pikkið símann upp, opnið veskið, ég veit ekki hvað það heitir allt, eitthvað, wallet, eitthvað. Horfið á þetta og segið: you're not the boss of me. Það eru við sem stjórnum, ekki veskið. Ef Guð segir mér að gefa, þá gef ég. Og hann segir: þér munuð verða dýrindisland. Dýrindisland, og þið verðið ekki ávaxtalaus. Þannig að munið hvað 5 hlutir þetta voru. Við ætlum að vera gjafmild. Við ætlum að vera nægjusum. Er það ekki? Amen. Og við ætlum að vera hvað? Við ætlum að vera fólki sem les orðið. Við ætlum að lesa Biblíun okkar og hugleiða hana. Þú ert yfir en ekki undir, þú ert höfuð en ekki hali. Þú ert meira en sigurvegari í Kristi Jesú. Það er svoleiðis. Og við ætlum ekki að vera hugsjúkum neitt. Við ætlum að hætta þessu áhyggjurugli sem statt á stöðu til að vera að plaga okkur öll þessi ár. Það er komið nóg. Heyri ég amen við því? Amen. Og við ætlum að kjósa í öllum kringumstæðum að vera glöð. Hann segir verið glaður og hann myndi ekki, af hverju ætti Guð að segja vertu glaður, vertu alltaf glaður ef þú gætir það ekki? Ég meina alvöru. Hvurslags stemming væri það? Vertu alltaf glaður. Þú veist, ég meina, það er ekkert eðlilegt. En þetta er eðlilegu Guð. Og hann er meira sér lifandi. Þú ert alltaf glaður. Elska það, sko. Nei, elsku kallið minn, nei. Ég seti til fórnina. Já, ég síma, sko.
Krakkar, einhverjum inni sem myndi vilja eignast hlutdeild í þessu lífi sem að Jesús getur eitt gefið okkur? Ef það er svo, þá langar mér að bjóða ykkur fram til fyrirbannar. Mér langar að fá það sem eru fyrirbiðjendur hérna. Hvað eru margir fyrirbiðjendur hérna? Ok, það skiptir ekki máli, ég sé ykkur ekki, þið verður bara að koma fram. Þetta er alveg rosalegt, sko. Einn daginn fæ mig gleru eða læt kveikja ljósin. Það er nefnilega þannig að það er frábært að sjá okkur í kvöld, krakkar, öll. Og þið eru alltaf velkomin. En ef þú vilt eignast þetta eilífa líf á himnum, þá er bara ein leið til að tryggja það. Og kannski ert þú á þessum stað þar sem þú segir, ég hef farið í kirkju og ég treysti þessu lið ekki. Ég treysti ekki þessu kristnalífi. Þú veist, þú ert kannski brendur eða brend af ykkur sem við gerst. Kirkjan eru yfirfull af gölluðu fólki. Og það er ekki hægt að treysta þessum hóp. En þetta er ekkert ósvipað það sem ég er alltaf að segja, sko. Ég fer ekki í ræktina því ég fór þangað einu sinni að fullt af fólki sem er ekki í neinu formi. Takk fyrir að þetta verið að fara þangað. Ástæða fyrir að við erum að mæta í kirkjuna því við vitum að við þurfum á Guð að halda. Ég þarf á Guð að halda á hverjum degi og þú þarft á Guð að halda á hverjum degi. Er það ekki rétt? Rómarbréfið segir þetta. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir þýðir ég og þú. Og Rómarbréfið segir líka að laun syndarinnar er dauði. Það er bara þannig. Og það er ekki hægt að segja, krakkar, hvernig getur Guð sem elskar sent mig til helvítis? Nei, þegar þú deyrð og svarar hann þinni síðustu bæn sem var annarkvort að fylgja honum eða fylgja honum ekki. Er það ekki? En náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi drottni vorum. Og Jóhannes segir, ég er vegurinn, nei, Jóhannes segir þetta ekki, Jesús sagði þetta stendur í Jóhannesi. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn, ekki ég og ekki þú, komust til föðurins nema fyrir hann, Jesús Krist. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir okkar syndir, heldur fyrir syndir alls heimsins. Það er nefnilega þannig að Jesú dó á krossinum syndlaus. Og það er alveg sama hvað þú ert duglegur að syngja eða hvað þú ert geggjaður á trommum eða hvað sem er annað. Þú ferð ekki til himna því að hangi í kirkju eða koma á United samkomu. Þú ferð bara ef þú tekur á móti Jesú Kristi sem þínu persónu og frelsara. Er það ekki? Allt annað er humbúk. Ef einhver hefur sagt þér eitthvað annað, þú ert svo góður, þú veist, bara frábært. Ég menna, mjög gott að vera góður. Ég kýs að verða korsuð frelsara eða ekki. En ef þetta með mér til himna, þá þarf það frelsast. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis okkar, heldur alls heimsins. Hann hefur leyst okkur undan syndinni og dómnum sem henni fylgir. Og Guð reisti Jesú upp frá dauðum og hann lifir í dag. Og hvernig tökum við á móti þessu? Vitið þið það? Trúð þú á Drottinn og þú munt verða hólpinn, segir Póstalasagan. Og Rómarbréfið segir, ef þú játar með munniðinum, Jesús er Drottinn, og þú trúir í hjartaðinu og Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá muntu hólpinn verða. Því að með hjartan þínu er trúa til réttlætis, en með munninum er játa til hjálpræðis. Skiljið þessu orð. Og Efesusbréfið 2 segir, því að af náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf. Guð hefur kosið að senda Jesú Kristi dauðan fyrir þig og hann dó fyrir syndið þínar og sjúkdóma og hann reis upp aftur. Þetta er ekki byggt á verkum, þínum verkum eða mínum verkum. Það skal enginn geta miklast af þessu. Hvar er þetta lið sem ætla að koma og biðja fyrir ykkur? Og hvar er tónlistin, manni? Þið eru svo yndisleg. Vitið það, þið eru uppáhalds United hópurinn minn.
Ef þið hafið ekki tekið á móti Jesú Kristi sem ykkar persónulega frelsara, komið þá fram og afgreiðið þetta. Ekki vera þessi Guð sem segir að ég geri þetta á morgun og hvað vitum við hvort það morgundagur? Ég með við því. Ef það eitthvað annað sem þú vilt láta biðja fyrir, þá tækifæri til að koma fram núna og við skulum biðja með þér. Öðru kosti samkomunni slitið. Takk fyrir mig.